I'm an easy rider. The wind is at my back. Já, komið sælar út góður, Magnús heiti ég og þetta kokkaþátturinn Eldhúsmeistarana. Eldhúsmeistarana. Er það ekki rétt? Jú, jú. Og hjá mér stattur Óli Vernes á Hótel Blönduós, er það ekki rétt? Það passar. Það passar? Já. Ég var rosalega hrifinn, ég kom hérna keyrandi í sumar á mótorhjólinu í brjáluðu hrygningu, fekk gistingu hjá honum og kynntist kallinum svona aðeins. Ég fannst þetta svo skemmtileg blanda. Ég sagði, heyrðu, við verðum að leyfa áhorfendum í að kynnast þessu. Því að mér fannst kokkamennskan áhugaverð og Óli, þú ert ástríður kokkur, matagerða maður. Já, ég held ég gangist alveg við því. Já. Þetta búið að vera ástríða hjá mig lengi. Já, og þú hefur mikið gaman af mat, eins og má sjá. Full mikið gaman. Full mikið gaman. Já, já. Heyrðu, en ég kynntist honum aðeins og hann sagði mig frá því að hann átti svona skrautlegan bakgrunn miðað við það að reka restaurant á Blönduósi, Óli. Þú ert vélstjóri, byrja á því. Já, ég tók vélskólann eftir stúdentspróf. Já, eftir stúdentspróf, og með það líka. Já. Og svo fór ég í tækniskólann. Og tækniskólann í Danmörku. Já. Og véltæknifræðingur að mennt. Véltæknifræðingur. Já. En svo bara þegar ég kem frá námið þá hrundi skipverksmiðjaiðnaðurinn eiginlega bara það árið. Svo ég vann nokkur ár í jarðvinnu og svo í vikurútflutningi og svo í fiskeldi 9 ár. Fiskeldi? Og hvar var það? Það var í Grindavík. Á hvaða árum var þetta? Þegar ég kom að fiskeldinu það var alveg algjörlega í skítnum. Það var 93-94. Var búið að vera laxeldi á Íslandi áður þá? Já, það byrjaði kringum 85-6. 6, já. En ég kem inn í svona hrunbú þar. Já. Og raunverulega gegnum norrænt rannsóknarverkefni. Já. Og við og þessi menn sem voru með mér þar, við náðum bara dálítið góðum árangur. Þannig að það var talið, við reyndum að koma áfram. Og þetta laxafyrirtæki ennþá starfandi í dag? Já, Samherji keypti af mér. Samherji, já. Og þeir reka þarna Bleikjeldi. Bleikjeldi, já. Og hvað heitir þetta í dag? Íslands Bleikja held ég að kalla það. Já. Heyrðu, og svo sagður mér líka að þú var að rækta kartöflu út í... Já, út í Rúmeníu. Ég lenti í Akuryrkju þar. Við vorum með 20.000 hektara. Hvað, bara fluttir þú til Búlgaríu? Rúmeníu, við vorum með Dana, ég og Límtri og fleiri voru í þessu. Við vorum með Dana þarna sem átti að stjórna þessu. Já. Og Rúmenar sem unnu hjá okkur, sko. Þetta var rosalega mikið, það eru 20.000 hektara daldi. Já. Og við náðum því eitt ár að fara upp í 13.000 tonna af kartöflum. Og það eins og ég sagði, það bundur upp yfir ástnotkun í Íslandi, sko. Já. Og eitt fyrirtæki. Eitt fyrirtæki, já, og svoleiðis voru stærðirnar í Rúmeníu. Já. Og þetta var kannski ekki það stærsta. Nei. En það er alltaf dálítið, það eru sko 20 eitthvað milljónir þar og Úkraína og allt í kringum Rúmeníu. Og svo étaði rosalega mikið af kartöflum. Já, gera það. Já. Heyrðu, en þú ert búinn að vera með þetta hótel í 3 ár. Já. Og en fyrsta skipti í sumar þá ert þú með svona open restaurant sem hægt að koma á göttinu og fá mat. Já. Ég ákvaða að prófa að sjá hvað ég gæti því, hvað ég kemist upp með. Já. Fram að hinn undanfarin ár hef ég bara eldað hann í hópana. Já, en þetta hefur gengið ljómandi. Já, ekki mist mann ennþá. Nei, heyrðu, en þú ert með líka, skal ég segja þér, þú ert með hvað er mörg herbyggi? 16? Ég er með 16 hérna og svo er ég með gistiheimili úti, gamla pósthúsi á Blönduósi og þar er ég með 11 herbyggi. Já, þannig að þú getur fengið frá hópum alveg frá 5-10 og hvað upp í 50? Já, upp í 50 sko. Já, og þú sagði mér að þetta væri eldgamalt hótel. Já, fyrsta leyfið eftir því sem best veit var gefið út 2. júní 1943, þannig að þetta er 70 ára núna í vor. Já, og það búið alls konar viðbætur og það kom mér líka óvart bara hvað það er huggulegt bara salarkynnin og meina það er sturtur og á herbyggjunum og
Bara allt saman bara eins og nútíma dæmi Já, þetta effektin eins og sko þegar maður kemur hérna inn í gamla húsið, þegar maður lappar inn, þá þetta svolítið svona með allt á hreinu effektin sko. Kemur inn í lítið hús, svo kemur aðeins lengra, þá bara stór salur. Þetta eins og þeir eru komið inn í hérna, maður sé ekki félagsheimili út á landi. Já, lítið og utan stórt að innan. Og svo sagður þau líka að einhver hafi sagt, þegar voru komin hérna inn, þá var þetta eins og hórhús. Ég hef aldrei komið í hórhús. Nei, ég sagði herbyggið uppi. Já, uppi, já. Ég hef nefnilega heldur ekki komið. Sagði ykkur hann að þetta veri. Já. Ég verði að fá að sjá það herbyggi. Já. Heyrðu, en okkur hérna, við ætlum að gefa ykkur svona smá innsýn inn í, hérna Óli ætlar að segja okkur frá hvað hann að gera hérna og þetta svolítið spennandi. Hann matagerðarmaður, ástríður, hann gerir þetta svolítið öðruvísi heldur en svona lærðir kokkar og mér finnst þetta bara rosalega flott, Óli. Hérna, Ég skal byrja bara á súpunni hérna. Súpunni, já. Þá ger ég bara... Þú ert með flott ráefni, ég sé það. Ég býð hérna til svona sveppasoð. Já. Það engin kjötkraftur neitt í þessu, sko, bara sveppakraftur. Hérna býti smjörbólu, setja aðeins mjólk fyrst, svo jafna ég hana eða þinna hann út með sveppakraftinum. Steiki svo sveppina með smá hvítlauk úti í smjöri. Það fer út í. Það eru nú passlega þunn. Síðan aðeins beða smá hvítvin. Dassaða hvítvin, já. Dassað, sko. Og svo klára ég það með aðeins estragoni. Já. Það verður svo skemmtilegu keimur af því. Hvar lærður þetta allt saman? Bara sjónvarpinu eða? Já, eitthvað sjónvarpinu eða? Já, bara datt þetta í hug. Datt þetta í hug, að þú ert búin að þróa þetta áfram. Já, þú gerir það sem þér finnst. Það er skilir að maturum, ég þarf að finnast maturum góður. Hann náttúrulega góður með að við hvað við erum flottir og fínir, er það ekki? Já. Segðu mér, og síðan erum við með fólalda piparstek. Já, þetta er fólalda fille. Já. Og ég smyr hana aðeins með þykkri sætri sóju til að þegar fólaldið má ekki steikja mikið, en til að fá svona steikingar húð, þá var aðeins að brúna með sykri. Þú hefur prófaði áfram með þetta? Já, svo sitt ég bara hérna svona krösssteikar spæs út á þetta. Nú, en svo er hérna leynivopnið. Það eru kartöflurnar sem ég gef með þessu. Þær eru handskornar í svona og þetta sá ég í breskum kokkaþætti að þessi frægi Hester Bloomingdale sem er með Fat Duck í Bretlandi, hann var svona alls konar þróunarvinnu. Og sko ef ég er að muna það rétt, þá var niðurstaðan svo, þú tekur svona stóra, þú síður hann í saltu vatni í 10 mínútur, þurrkar hann á kælir. Síðan steikir hann í 7 mínútur í 145 gráðu heiti olíu, tekur hann upp og kælir. Síðan rétt áður hún berði hann fram, þá ferður með feitin í 190 og bara brúnar hann. Þetta verður alveg geggjað, það verða svo sætar og góðar. Að sko... Believe me, þetta er það besta. Þetta er það besta. En það er ekki ég, það er Hester Bloomingdale sem það þetta. Já, ég sé nú margar útgáfur hans, ég hef verið mitt spekulara mikið. Kaninn gerir þetta á alla kanta. Já, og líka sko til að sjóða þetta, þá er það að ná sterkinn úr þessu og svona, þetta er svona margar útgáfur. Þetta hljómar vel. Þetta er bara eins og hann sagði, svona á að gera bestu franska veginn. Svona á að gera það. Og svo er ég hérna með það sem að heitir sko ensku rhubarb crumble. Já. Ég hef kosið að kalla þetta í rabarbarahröngl. Já. Og við gerum þannig, við tökum rabarbara og það þarf að setja, hann er best eftir að fara að rökkva og helst svolítið sent á kvöldi svo nágrannir sem eiga rabarbarana séu sofnaðir. Já. Þá fer maður út á nærjan og hérna erum við búnir að setja saman við þetta sykur, smá hveiti til aðeins að gefa meiri massi þetta fyllingu og hérna vanildrópa. Síðan setjum við þetta bara hérna í svona smurt form, þjöppum aðeins og svo er leynivopnið sko til að fá þetta nú alveg dásamlegt. Þá hérna setjum við svona eina flís af massipanni hérna á. Og svo kemur bara krumblu við yfir. Þetta er bara hérna þetta er bara svona, þú veist, þetta er bara smjör, hveiti og sykur. Bara svona Og hvað kallar þetta? Rabarbarahröngl. Þetta verður svona krumbl, ég þýði það sem hröngl. Þetta á að vera svona svolítið róbúst á ofan. Og svo þegar maður bakar þetta, 200 gráður við svona 15-20 mínútur, þá fer safinn úr rabarbarinn og sykurinn að koma og kemur svona sykurleðja hérna upp. Þetta verður alveg hræðilega gott.
Og borðar maður eitthvað með þessu? Já, ég gef með þessu sko, eða hef með 2 svona litlar ískúlur og skreyti þetta aðeins með svona sultuðu kissuberi og svo eru jarðarber og ísnum og svona voða huggulegt. Flott. Og gott sko, þetta er bæði sko sætt og svo vaniljan og svo svona aðeins beist úr rabarbrann. Heyrðu, þetta er bara rosalega flott og en svo ætlum við bara að koma inn aftur eftir og og við ætlum að elda þetta bara. Nú erum við búin að sýna ykkur hráefninu og sjáum okkur að eftir. Turbo Chef ofn, engum öðrum líkur. Er snöggur, ódýr í rekstri, tekur lítið pláss, ekki þörf á loftræstingu. pmt.is, Krókálsi 1. Sumarhús í miklu úrvali út allt land. Kynntu þér úrvalið á vefsíðunni bungalow.is og bókaðu fríið strax í dag. Bungalow. Okkar sérfag eru fiskréttir og indverskir réttir. Frábært útsýni yfir smábátahöfnina í Keflavík. Verið velkomin. Kaffi Daus. Hamborgarasósan frá E. Finnsson gerir gott betra. Borgarið þinn á það besta skilið. E. Finnsson, sósur sem bragð af. Njóttu lífsins á Brekku í Hrísey, einstök rjúpnaparadís, gisting og veitingahús þar sem Callaway-steikur eru í hávegum hafðar. Kólaportið er opið laugardaga og sunnudaga frá 11 til 17, veitingastaður, matvaramarkaður og flóamarkaður í hjarta Reykjavíkur í Tollhúsinu við Tryggvagötu. Verið velkomin. Big Green Egg er nýjung í grillum á Íslandi. Big Green Egg eru með stillanlegum hita. Fæst hjá Geira, Bíldsöða 16 og Garðheimum í Mjódd. Big Green Egg. Á Bryggjukantinum í Sandgerði er Vitinn, gamalgróinn og rómantískur veitingastaður með úrvali af spennandi og framandi sjávarréttum sem kitla bragðlaukana. Matreiðslumeistarar okkar framreiða einstæða rétti úr fersku og spriklandi sjávarfangi. Á Vitanum er kjörin aðstaða til að taka á móti hverskins hópum, stórum og smáum, við öll tækifæri. Veitingahúsið Vitinn í Sandgerði, sannkallaður sælureitur Salgerans. Salthúsið, vinalegur veitingastaður í Grindavík, bjóðum upp á sérréttamatsseðil, veisluþjónustu og mat fyrir hópa. Verið velkomin í Salthúsið Grindavík. Útgerðar- og fiskvinnslufyrirtæki Stakkavík í Grindavík. Bjóðum hópum að skoða hágæða fiskvinnslun okkar og bjóðum upp á veitingar. Verið velkomin Útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækið Stakkavík. Humarveisla, gamla vínhúsið, Vesturgötu 4 Hafnarfirði, Klapparstíg 38 Reykjavík, sími 565 1130. Ert þú á leið út á land? Mundu þá eftir Bónus. Á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi. Bónus á Austurlandi og Suðurlandi. Bónus, sama verð land allt. Geirabakari við Borgarfjarðarbrú. Fjölbreytt úrval brauða, ilmandi bakkelsi, Napóleonskökur helgar, Geirabakari. Munið eftir kartöflunum okkar þegar þið farið í búðina. Premier, Gullauga, Rauðar og Helga. Seljavellir, Nesjum, 781 Hornafirði. Í Vesturfarasetrinu á Hofsósi eru 3 fallegar og fræðandi sýningar ferðir Íslendinga til Vesturheims. Vesturfarasetrið, Hofsósi. Árnes, Skagaströnd, litið til fortíðar, horft til framtíðar, lifandi dæmi aðstöðu lifnaðarhætti í upphafi 20. aldar, boðir upp á spádóma, sölu á handverki, menningafélagi Spákonu Arfur. Nyrsti bær á Íslandi er gistiheimilið Básar í Grímsey.
Lykill að undraheimi heimskautabauks, sími 467 3103. Opið allt árið í ódýrum og rúmgóðum húsum Glaðheima á Bökkum Blöndu, Blöndósi. glaðheimar.is. Velkomin í Dalvíkurbyggð, fjölbreyttir möguleikar í afþreyingu og gistingu, frábær staður fyrir fjölskylduna, dalvíkurbyggð.is. Kæru vinir og fjár, velkomin til okkar, stórbrotin náttúra á Skjálfanda við Húsavík, skemmtilegar upplifanir við allra hæfi, gentlegiants.is. Rólegt gamaldags hótel við fjöruborðið í gamla bænum, besta hráefni úr héraðinu, elda eftir kenjum kokksins, Hótel Blöndós. Flugsafn Íslands, rétt framan við flugstöðuna á Akureyrarflugvelli, glæsilegur og fjölbreyttur minnisvarði flugsögu Íslands og kappana sem ruddu brautina. Dalakaffi í Hveragerði á leiðinni í Reykjadal, bjóðum upp á kaffi og léttar veitingar, Dalakaffi í Hveragerði. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Jæja, góðir, núna erum við komin að matreiðslunni. Óli, hvað ert að bralla? Nú ætlum við að gera sveppasúpuna og steikja fólandi svona eiginlega með. Reyna að sýna hvernig þetta á að gera allt í einu. Nú, hérna ég byrjaður að gera smjörbóluna, svo fara bara sveppirnir þarna á. Svo þarf þeir aðeins að taka þess að bæti hvítlaugnum í, því að annars hérna vill hann brenna. Nú, þetta bara allt að gera sig. Nú smjörbóluna sjóðu upp, setja smá mjólk í hana svona til að byrja með. Það eins og þykkingin verði einhvern veginn drýgri við það, finnst mér. Það getur vel verið þessi bara tómt kjaftaði, Mér bara finnst þetta. Þá ger ég þetta svona. Og svo kemur bara sveppakrafturinn. Og þá verður þetta þessi yndislega sveppasúpa. Svo maður náttúrulega mun eftir því þegar maður að nota svona alpanpönnur, það má ekki nota málmáhöld í þau. Þess vegna maður með svona plastþeytara í þessu. Þetta finnst þið best að gera þetta svona, Mér finnst bara að vera besta niðurstaðan, bragði. Varstu búinn að gera margar útgáfur af þessu? Ég svona gegnum árin, en þessi hefur bara ekki klikkað. Svo náttúrulega kemur rjómi hann á eftir. Og spjörsteikti sveppir og með hvítlauk í. Þeir ekki að verða flotti sveppirnir? Sýnist það. Og svo ertu með hvítlauku í honum. Þannig? Hérna var hann. Flottur maður. Það má bara, þeir verða bara leiðilegir ef þið brenna, Eða hann verður. Það má ekki, þegar sagði ykkur. Hann á að rétta af þessa. Þeir gera það nú að vísu hérna Östurtjálsmennirnir, þeir kokksteikjan. Já, en það svona. Asíu fólkið. Já, en það svona þá eru það að ná öðru útrún. Þannig að það sinnir sviðurinn í hverju landi? Já. Nú þetta svona allt að fara að koma hér. Nú mátt þú eiginlega ná í skeið og smakka maður ekki, segja hvernig það finnst. Ok. Vá, þetta svakalega gott. Svakalega gott. Og sveppirnir konir úti? Nei, þeir eru ekki konir. Nú koma. Það bara þetta sveppakafturinn. Það er ekkert að þessu. Svo setur þú fullt af rjóma. Helling. Aðeins að leyfa þess að sjóða hveitibólunni, smjörbólunni. Það tekur tíma frá okkur í þessu, en það verður stundum að gera fleiri en gott þykir.
ætla bara að malla hérna með hann. Þetta er alveg, þetta getur ekki orðið en hann er gott. Og hvað, settur ekki smá hvítvín í þetta? Það á eftir að koma, það kemur síðast. Já. Hvítvinnið og estragoni. Já. Já, þetta er svakalega, hún er orðin bara mjög falleg núna maður. Já. Og hvernig steikirðu forelda piparsteikina? Bara lítið, helst. Er það bara rétt? Já, svona eftir ykkur á borðana. Jæja, nú erum við komin að skemmtilegast að þetta nú er að fá að smakka fínirý sem að hann, Óli er búinn að vera að elda. Og hérna er þetta allt saman komið. Ef við byrjum á súpunni, munið þið hérna, hvernig hann eldaði hana. Hann var með sérsóð og hann var með smjörbollu, hvað kallaði þetta? Rú, já, það er franska líka, heitir Burmani. Og hann bætti svo alltaf upp í. Ég hef séð þetta gert líka annar staðar. Þetta er, og þá verður þetta, Óli, það verður svona jafnara og eins og rjómalegur einhvern veginn. Já. En svo bara smakka maður, það er málið. Og svo settur þú út í þetta sveppina, svo settur þú smá dassa hvítvíni og estragon. Vá. Þetta er alveg heilmjög súpa. Það er nú hvaða bara stór restaurant sem við myndum geta sómað segja þessu. Óli, svo var það hérna steikin. Svo er það fólandi, sko. Þetta er toppurinn hérna. Já. Þá tökum við sko aðeins sósu bara rétt að skreita hér. Já. Og svo smellum við restinni bara í skál því að geta menn ákveði hvað þið vilja mikla sósu með. Já, ég sá að þú hérna steiktir brúnaðir piparinn í smjörunu og varst með mulinn pipar líka og hitaðir þetta vel og varstu svo með rjóma. Þetta ná mér í hníf líka hérna. Og konjaki maður, það er ekki gleyma því. Já, og svo settur alvöru konjak út í þetta og rjóma og söðst þetta niður. Ha? Já, þetta var bragðast. Ég ætla nú að byrja á því að smakka sósunni alveg spes. Lítur svo vel út. Vá. Og ég tók eftir að þú notaði sinnep í hana aðeins, maður finnur aðeins svona smá keimaði. Sætt sinnep, aðeins svona. Svo finnur maður hérna, maður finnur piparkornin alveg, og svo rjóminn á móti, þetta er alveg harmonar rosalega flott. Já, þetta er svolítið flott sósa. Já. Herru, svo er það steikinn maður. Fá að smakka hana. Smá sósu með. Já, vá, þetta er bara... Þetta er nefnilega bara, sko. Svakalega gott. Ég er voðalega hrifinn af fólandi og hrossi og öllu þessu. Já. Þetta þykir rosalega fínt. Heyrðu, við áttum eftir að smakka, ekki verða? Og nýja skeið. Nýja skeið, maður. Desertinn. Þetta kallar við hérna rabarbara með... Rabarbara hraun. Hraun, já. Og gefur ís með. Já, ís með, já. Ég fæ hann bara eftir hjá þér, ég er bara að smakka núna aðeins. Rosalega flott. Já, vá. Þú sagði að þetta væri stólinn rabarbari, þá var þetta betra bragðið. Já, mikið betra. Já, vá. Já, þetta er svona, vá, þetta er líka svona sykur og súrt og svona saman. Já, þetta er alveg bara... Smjör, maður finnur þetta allt saman bara í þessu dóti. Þetta bara springur á tungunni, sko. Eins og ég sagði, þá leit þetta vel út til ég kom hérna og mér fannst það alveg bara upplagt að fá hann Óla til að elda fyrir okkur, ástríðu kokkur, matagerða maður.
tækni vélstjóri, kartöflu og laxagerðamaður. Búin að, þú veist, gera margt og þú núna, og ég finn það alveg, þið þykir þetta, það er gaman. Þetta er aldrei gaman, já. Þetta er gaman. Já, ég er nú búin að vera í svo síðan ég var 17 ára, 35 ár. Mér finnst þetta bara alveg æði. Heyrðu, og ef við tökum þetta aðeins samanlið, þetta er hérna Hótel Blönduós. Þetta er Hótel Blönduós, gamla hótelið niður. Og keyrir niður á bakkan hérna, já. Alveg fyrir innan. Þjóðvegurinn lá hérna í Kanada. Já, hér framhjá. Hér framhjá, út af Bökkum Blöndu og upp með og brúin var á svipnum staðskipni. Já, já. Og þess vegna var allt hérna. Spítalinn var hérna á móti, sýslumaðurinn rétt hjá. En svo þegar að nýja brúin kom þá færðist þetta meira yfir. Já, og þetta er búið að vera hótel síðan 1940 eitthvað og búið að breytast og þetta er í fullu rekstri og þetta er svona skemmtilegt svæði, svona mitt á milli hérna Norðurlands og Suðurlands og Vesturlands. Það er alltaf presslegt að koma hingað. Já, og það er hægt að koma hópar hérna og panta hjá honum sem sagt í vetur. Þetta er tekið upp núna í hérna miðjan ágúst og hérna þetta verður opið í vetur, ekki? Já, bara eins og hver vill. Já, og þetta er búið að ganga vel í sumar. Alveg þokkalega. Alveg bara rosa fínt. Og við þakkum honum hérna Óla alveg kærlega fyrir og bara regnið er alveg svakalega vel. Þakka þér fyrir mig.